Fjölnir á. Anton Ari varði áðan. Jón Gísli tekur vítið og skorar af öryggi. Anton Ari með heiðarlega tilraun, fer í rétt horn, en Jón Gísli skorar og kemur Fjölni inn í þetta. 2-1 er staðan þegar 80 mínútur eru eftir. Já, þetta var ekki alveg það sem við vildum fá. Jæja, Blikarnir búin að fá sér fyrsta markið á Íslandsmótinu. Nei. Jón Gísli Strömm nýbúinn að skora, tæklar hér Róbert Orra Þorkelsson illa og fær að líta gula spjaldið. Þetta var ekki gott brot. Er þetta hvað, 5. gula spjaldið af Fjölni eða? Já. Ég veit það út af henni líka. Já, þetta er... Það er 17 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Já, þetta er ekki komið í höfn. Damir með langa sendingu, finnur Höskuld. Það má koma meira út úr Höskuldi. Það er vist svona aðeins mist taktinn. Bótt tilbaka á Róbert og Tónari. Gerði heiðarlega tilraun til að vera en vítaspyrnan var bara mjög góð. Vel gert, frábær sending og hér er Tómas Mikkelsen kominn í gegn Rámstaða. Rámstaða á Danann. Ég er ekki viss þetta heldur. Elvar með frábæra sendingu inn fyrir Brynjólfur með glæsilega móttöku og setur Tómas Mikkelsen í gegn. En Rámstaða. Þetta var á mjög gráu svæði allavega með hvort hann hafi verið rangur eða ekki. Með orðspor og Danann sem hann hafi verið Rámstaður. Gretar. Karl, hendi á Viktor Karl. Þá ætti þetta að vera víti því að, nei hérna guldspjald segir því hann hérna tók bolta með hendi viljandi. Kristoffer Óskar með aukaspyrnuna. Varamaður, það kom varamaður bak Fjölnis. Hvað eru þeir að gera? Tómas Mikkelsen, ég var ekki ánægður með þetta. Þetta var ekki, hér hins vegar ætti nú að vera gult spjald, brot á Gísla Eyjólfssyni. Já, Kristoffer, það er hinn varamaðurinn. Já. Daninn var að leika sér að eldinu þetta, Tómas Mikkelsen. Elvar og Brynjólfur. Gísli út í kantinn strax. Oliver og Hans Viktor bjargar þessu, sparkar boltanum út af. Blikar eiga innkast á miðjum vallarhelmingi Fjölnis. Vinstræmi sé frá Blikum. Það er spurning að Óskar Þór hreinlega skipta inn á núna í svona þessari stöðu. Já, hér var Brynjólfur og hann fer niður og fær aukaspyrnu. Aukaspyrna út í vinstra megin við vítateigshornið. Þetta er svona 5 metrum utan við vítateigteginn. Það eru 13 mínútur eftir að leika. Gera þið núna. Nei. Brynjólfur Vilhelmsson þetta með mjög slæma aukaspyrnu og lyfti boltanum hátt í loftur. Þetta var eins og teighögg á risum út í gólfið. Þetta var ekki góð spyrna. Viktor Karl sér til þess að Fjölnir kemst ekkert fram völlinn. Þeir eiga innkast hér á móts við vítateginn sinn. Blikarnir setja góða pressa á núna.
Damir gerir þetta laglega, Damir Múminovic með sendinguna, Höskuldur með hann snýr baki í markið. Reynir að komast áleiðis og gerir það vel gert hjá Höskuldi. Hann með sendinguna og þetta er dauðafæri! Brynjólfur Willumsson með skot í varnarmenn og yfir markið. Þarna var hann. Átti hann að gera betur, strákurinn. Átti að gera betur þarna. Gaf þarna varnarmennunum tækifæri á að henda sér fyrir og hann gerði það og hornspyrna sem að Blikar eiga. Og það er Viktor Karl sem ætlar að taka hornspyrnuna, sendi boltann tilbaka á Oliver. Oliver á Viktor aftur og Viktor nær að plata þetta varnarmann og annan og upp að endamörku sendir það fyrir markið og Fjölnir bjargar í horn. Það er Hans Viktor sem gerir það, búinn að vera öflugur hérna í völdinni hjá Fjölnir. Staðan 2 mörk gegn 1. Nú eru 12 mínútur eftir. 12 langar mínútur fyrir Breiðablik. Ætlaði verið að útfæra hornspyrnuna en þetta endar með því að Elvar fær boltann hér og sendir hann tilbaka á Oliver. Allt Blikaliðið inn á vallarhelmingi Fjölnis að Antoni Herra undanskildum. Þá kemur Guðmundur Karl með langa sendingu fram, hittir ekki Samherja, finnur Guðjón Pétur og Guðjón Pétur fær hann síðan aftur á Damir tilbaka á Elvar. Elvar stingur honum fram miðjuna og þar er Guðjón Pétur vel spilað, boltinn út í horni. Viktor með mikið pláss og þarf að vanda fyrirgjöfuna. Og hann sendir boltinn inn á teginn og Willum Darri fær boltann í höndina. Þetta er mark. En hann er búinn að veifa. Jájá, þetta er hendið þetta. Já. Allan tíman, þetta telur ekki. Fékk hann boltann í höndina áður en að hann kláraði færið. Blikarnir pressa mjög framarlega. Gunnar rekur þá félagið sína framar á völlinu og ætlar að sparka frá markinu. Hér kemur sendingin á völlin. Orri Þórhallsson sterkur þarna og skalla boltann út af og Blikarnir eiga innkast á miðjum eigin vallarhelmingi. Nánast sömnál þetta hér á Kópavogsvelli. Stuðningsmenn Blika ekki öruggir með að þessi 3 stig sem í boði eru verði þeirra. Hér er það Tómas Mikkelsen og Daniel gerir þetta vel, Brynjólfur og Oliver losa pressuna og þá skiptingin yfir til vinstri, Elvar yfir á Róbert á Guðjón Pétur tilbaka á Róbert aftur og hann sendir boltann aftur á Anton Ara. Tæft maður. Já, þetta er tæft. Damir og misskilningur hérna, sendingin á Viktor Karl ekki nógu nákvæm og boltinn endar í innkasti sem að Fjölnir á eigin vallarhelmingi. Og þá var það Hans Viktor aftur á Atla Gunnar í markinu og hann með sendinguna fram beint á Guðjón Pétur sem að skallar hann á Oliver. Nú er pláss fyrir Oliver með mikið pláss á miðjunni og erfið sending, allt og erfið sending. Fjölnir kemst inn í henni, þetta er klaufalegt af Blikum. Var þarna einn frammi og erfitt fyrir hann að ráða við þessa háu sendingu. Þeir félagar Elvar og Damir og leika þetta boltann sín í milli og finna Gísla með sendinguna hér en ég veit ekki alveg hvað hann var að pæla þetta. Nei, hann hefði það senda hann út á Viktor bara. Það er komin 2 mörk í Árbænum. Það er Valdimar Ingimundsson búinn að skora þeir bæði. Já, Fylkismenn að ná í 3 stig. Róbert í baráttunni og Gísli Seigur. Innkast sem að, aukaspyrna sem að Fjölnir á. Róbert dæmdur brotlegur. Og þetta er hættulegu tími þessar síðustu 10 mínútur. 81:20 á klukkunni núna. Sendingin á Gretar Snæ og Gretar með þeir inn í fyrirgjöfuna. Gott hjá Gísla. Gísli sá þetta og náði að komast fyrir fyrirgjöfuna. Þetta enda síðan með því að Blikar fá útspark. Ha? Já, hann fór í Gísla. Já, hann fór í Gísla. Fór hann í Gretar? Fjölnismenn hins á þessu en
En blikarnir þakka bara fyrir. Anton Ari, Oliver og Það er árás núna, þú teima 4 út úr stöðu þannig. Brynjólfur. Kemst ekki dáleiðis. Jón Gísli með sendingu tilbaka, erfiða sendingu sem endar hjá markverðinum og hann lyftir boltanum hátt í loftu og Gísli tekur vel á móti boltanum en missir hann út af. Já, eins og ég sagði hann má heyra 7-0 þetta. Það er mikil spenna hér á Kópavogsvelli. Blikarnir, stuðningsmenn Blika, ekkert alltof öruggir með stigin 3. En tíminn vinnur með Blikum og Höskuldur. En Fjölnismenn ól segir og reyna hér að fara upp vinstri kantinn. Og hér eru nálgast Vítateinn og hér kemur skotið og fer að vardamanni og Anton Ari frábærlega gert hjá. Já, í stað þess að Fjölnir fái hornspyrnu þá sá Anton Ari til þess að svo var það ekki. Gísli leikur þarna skemmtilega á Guðmund Karl sem var orðinn þreyttur og Gísli tekur sprettinn, Höskuldur er með honum og Höskuldur fær... Nei! Það vantar allt, þessar sendingar hjá Blikum núna eru alltof tæpar. Eins og mikil sendingar geti í þessu liði að þá er það að koma á daginn núna að það er eins og sé einhver þreyta. Já, það er alveg spurning hvort að Kvame myndi gera eitthvað inn á vellinum. Og hér er það Damir og Guðjón Pétur, hann á nú að vera óþreyttur. Gísli, nú er allt galopur í Gísla. Gísli með skot! Já! Læsilegt mark hjá Gísla Eyjólfssyni. Frábærlega gert. Og Gísli Eyjólfsson setur boltanum öryggi með vinstri fótarskoti í bláhornið og þá held ég að við getum svona nokkurn veginn farið að bóka þessi stig sem Blikarnir ætlaðu að taka. 3 stig. Vel gert þarna, þetta var Damir sem að vann boltanum. Damir, Guðjón Pétur og síðan þetta frábæra skot frá Gísla. Hélt boltanum niðri og setur með grasinu í bláhornið og Atli Gunnar Guðmundsson átti ekki möguleika að verja þetta. Þú kallar hann á Kvame, það hlýtur að vera. Fjölnismenn verða núna að koma fram á völlinn til að reyna að sækja eitthvað úr þessu leik og þá er einmitt tími fyrir Kvame að láta ljósið skína. Stendur hann tilbúinn. Hann býður bara eftir því að vera hóað í hann. Hættur að hita upp, bara fyrir hann að fylgjast með bekknum hvort hann ekki að koma. Það er Guðjón Pétur, Gísli, tilbaka. Damir og eigin vallarhelmingi sendir boltan aftur á Anton Ara sem er fyrir utan eigin vítateig. Róbert og Oliver, erfið sending hérna og Róbert Sigur gefur ekkert eftir að fara aukaspyrnu. Brotið á honum. Flottur leikur hjá Róberti. Það var að kalla alla inn. Það sé þrefald skipting í vendum. Það verður spennandi að sjá það. Ég var alveg til í að sjá alla komina. Alexander Davíð og Kvame. Ég held að það sé jafnvel að gerast nema það kemur í ljós. Hér er Höskuldur að fá boltan inn fyrir frá Guðjóni Pétri og Höskuldur upp að endamörkum. Höskuldur tjekkar út, Höskuldur með hann, sendir inn á teginn en vel gert þarna hjá Atla Gunnari sem að varði þetta. Þá er allt galopið hér. Blikarnir þurfa að koma sér tilbaka. Og Kristófur með sendingun henni yfir til hægri. Róbert í baráttunni en Fjölnir heldur boltanum. Sendingin inn fyrir og Örvar með erfiða móttöku þarna og vel gert hjá Örvari. Örvar hendi sér niður og sparka boltanum í burtu. Gísli var hann að beika sér inn á vellinu líka. Höskuldur er í baráttunni við Gretar Snæ. Aukaspyrna sem að Gretar Snær fær og hann ætlar að reyna að sparka boltanum yfir Anton Ara. Boltinn fer út af og hann rann þetta út í sandinn hjá Fjölni. Já, engin merki að Blikarnir séu að skipta. Jú, hann er komaðir allir. Já, hann er þeir, allir konur úr. Gretar, nei, Jón Gísli Ström tekur skotið af Gretari þarna. Þetta var heimskulegt. Já, Jón Gísli
búinn að skora þetta eina mark og eina marki sem Blikarnir hafa fengið á sig og það þreföld skipting í vændum en hún kemur ekki alveg strax því að boltinn í leik. Og Gísli með sendinguna fram og Hans Viktor að skalla beint á Tómas Mikkelsen og Tómas þræðar hann að sá Viljum á sprettinum en sendingi fór ekki í gegn. Gretar og þá kemur Kristófur Óskar og Örvar en Guðjón Petri tekur boltann á honum en Örvar nær honum aftur. Færa hann yfir til hægri og Róbert og vel gert hjá Guðjón og Róberti vinna þetta saman og Víkingarnir að bæta við fjórðamarkinu. Það Óttar Karlsson með þrennu. Þannig að Höskuldur gerir þetta vel fyrir hann framhjá Grétari sem í miðjunni býr til pláss fyrir Viktor Karl. Viktor Karl núna með sendingamöguleikinn í teig og það Tómas Mikkelsen. Bíddu. Heyrðu, hér verður allt vitlaust. Tómas fer og eftir boltanum. Atli Gunnar brjálaður við hann og hvernig ætlar Egill Arnar að greiða úr þessu. Og Fjölnismenn alveg brjálaðir. Af hverju má hann ekki renna sér í boltan? Þetta er 50-50 bolti. Algjörlega 50-50 bolti og hann rennir sér í hann. Spjald á Dannan. Já. Hann fór ekki svona í hann sko. En hann spjaldar ekki alla fyrir ógnandi tilburði en ekki kemur skiptingin leiknum fer senn að ljúka. Það ekki nema 1,5 mínúta eftir að venjulegum leiktíma en þá koma skiptingarnar. Höskuldur Gunnlaugsson fer út af. Já, Gísli og Viktor eða ekki. Og Viktor Karl sömuleiðis. Gísli Eyjólfsson væntanlega eða hvað? Jú, það er Gísli Eyjólfsson sem fer að velli. Kamiki, Alexander Helgi Sigurðarsson og Davíð Ingvarsson kom inn á. Þetta sýnur kannski styrk Blikana, 3 frábærir leikmenn. Þrefalda skipting á velli fyrir leikmannum 7 Höskuldur Gunnlaugsson, númer 8 Viktor Karl Freinarsson og númer 11 Gísli Eyjólfsson. Innkomna leikmenn númer 6 Alexander Helgi Sigurðarsson og 25 Davíð Ingvarsson og númer 77 Fabian Lee. Fjölnismenn að skipta einnig. Viktor Andri Hafþórsson að koma inn á fyrir Orra Þórhallsson. 16 Orri Þórhallsson og í landstað kemur leikmann númer 10 Viktor Andri Hafþórsson. Nú voru að sjá hver uppbótartíminn hér á Kópavogsvelli. Blikar með 3-1 forystu. Og það Kamiki með skallan. Fjölnismenn eiga Alls eru 1335 gestir á Kópavogsvelli í kvöld. 1335 á vellinum í kvöld. 4 mínútur uppbótartíminn. Og hér það Róbert, þeir fara ekkert með Róbert, búinn að eiga flottan leik í kvöld. Innkast sem að Fjölnir á við hotfánan. Og uppbótartími seinni hálfleiks á minnstakosti 4 mínútur. 4 mínútur uppbótartíminn. Hér kemur sendingin inn á teiginn og þetta skallað í burtu. Og hér Önnur hótspyrna. Já, önnur hótspyrna. Arnar, hver þér búinn að vera maður leiksins hingað til? Ég er búinn að vera rosalega hrifinn af Róberti í bakverðinum. Anton Ari sem að auðvitað gleymist oft þegar menn að tala Blikaliðið því að hann er búinn að vera traustur, gerði heiðarlegan tilraun til þess að varði auðvitað víti. Og við skulum aðeins sjá. Hér það Guðmundur Karl, Blikarnir í baráttunni þarna. Já, svo má ekki gleyma líka Anton Ari rosalega fljótur að koma boltanum í spil og hefur búið til þónokkuð mörg færi. Ég vil eiginlega gefa honum þessa nafnbót núna því að hérna Og leiksins verið valinn og að þessu sinni það leikmaður númer 11 Gísli Eyjólfsson. Blikarnir velja Gísli Eyjólfsson. Gísli átti flottanleik en nokkra sendingar sem hefði mátt vera betri í honum. Ég myndi gefa Antoni Ara þetta. Það ábyggilega erfitt að vera markvörður í liði eins og Breiðabliki sem er mikið með boltann framar á vellinum en hann leysir þetta rosalega vel. Já.
Ég sammála því. Þetta var vitlaust innkast hjá Blikum og Fjölnismenn taka innkastið inn á teiginn. Boltinn dettur hérna fyrir fætur Kristófers og hvað gerir hann? Leggur boltann út og það Guðmundur Karl. En Tómas kemur þessi burtu, hann brotið á, nei, ekki dæmt hana. Damir, það er möguleiki á einu marki viðbót og löng sending fram en þetta og nálægt markverðinum Allakurinn sem nærir boltanum. Gretar, Oliver passaði og fór hann illa með Oliver og hér koma Fjölnismenn og það var að varamaður með frábæra sending út í teiginn en það mátti ekki miklu vera Viktor Andri Hávarsson með fína sendingu og Örvar Eggertsson með gott hlaup líka en það vantaði aðeins upp á að næði boltanum. Varamenn að setja svona mark sitt á leikinn. Blikarnir hanga svolítið á þessu núna og innkasti sem og Guðjón Péturinn að koma boltanum fram á völlinn, Fjölnismenn. Þarna aukaspyrna sem dæmdir á Breiðablik, rétt utan vítategs. Elvar dæmdur brotlegur hérna, veit ekki alveg með þetta. Hann fær gult spjald. Óþarf að safna þessum gulu spjaldum. Þetta samt aukaspyrna á stór hættulegum stað. Þetta svona 5 metra fyrir utan vítateginn. Legan ágætt. Svona 5 metrum frá vítategs línu. Hér kemur aukaspyrnan, hún yfir markið en ágættist telur einhvað síður. En yfir. Þá held ég að þetta sé nú allt saman að komast í höfn. Antonari stillir upp. Og hér flautar dómarinn Egill Arnar Sigurþórsson til leiksloka. Breiðablik heldur áfram uppteknum hætti. 3. sigur leiksins af 3 mögulegum og Blikarnir því konum með 9 stig á toppnum. Það næsti leikur, það fyrir norðan. Já, KA fyrir norðan. Svo fara nú að koma erfiðari leikir en það alveg ljóst að þessi frammistaða að mínum dómi ekki svo besta hjá Blikum á þessu ári. Nei. En líka síður, góður sigur, það auðvitað það sem þetta snýst að vinna leikinu. Gott að sigla þessu heim þótt það hefði ekki verið endilega áferðarfallegt, þá var þetta samt gríðarlega mikilvægt. En við því miður út af þessu COVID-dæmi þá getum við ekki tekið viðtölnir á velli þannig að við verðum að láta þetta bara dugar ekki. Jú, maður leiksins var Antonari á okkar mati, Kópavogsvöllur valdi Gísla Eyjólfsson, svo sem að það voru nú margir og jafngóðir bara í Blikaleiðinu. Já, Antonari, Róbert í vörninni og svo kom framlag frá öðrum sem að við þekkjum og vitum og þurfa kannski að gera aðeins meira heldur en kannski ungu og nýju mennir. Já. En það alveg ljóst að Róbert og Antonari stóðu sig vel. Antonari var í vítaspyrnu og gerði heiðarlega til og var ekki langt frá því að vera með fingurgómana í seinna vítinu þegar Gísli Ström náði að setja boltann í bláa horninu. En þetta er fínt hjá okkur, er það ekki? Jú, ég bara þakka fyrir okkur. Maður velur grillið, jafn vel og maður velur kjötið og þá er gott að byrja í Byko.